Það er mjög mikilvægt að skilja hvernig kortisólhormónið getur haft áhrif á vellíðan og heilsan. Kortisol er líka kallaður streitahormónin og þegar við vöknum á morgnana, kortisol-level fer mjög upp. Hann heldist upp fyrir parturinn á daginn og leiðir síðan svolítið niður seinni parturinn. Þegar kortisol er uppi þá er taugkerfið okkar að vinna meira í sympathetic sem þýðir að púlsinn fer meira uppi og það er góður tími til þess að sinna æfingar, til þess að sinna vinnu og sinna alls konar verkefni. Út af því við erum í það sem við kalla fight and flight kerfi. Seinna eftir að líður á daginn, kortisol level fer niður og taugkerfið okkar fer meira í það sem er kallað parasympathetic. Parasympathetic er í rauninni kerfið sem stýrir svefnið, meltingu, en hefur líka það sem er kallað pain regulation. Eftir að við erum að upplifa kannski mikil streita yfir langur tíma og líkaminn okkar er að höndla svolítið illa stressið, þá kortisol level heldist svolítið upp og þá taugakerfið okkar hefur mjög erfitt með að switcha frá sympathetic yfir í parasympathetic. Það þýðir að fólk getur upplifað til dæmis svefnleysi, meltingamál eða stoðkerfisverki. Okkar markmið er að reyna að koma kortisoli niður og það er hægt að gera í gegnum osteopathic meðferð en líka með til dæmis öndunæfingar, sinna reglulegri hreyfingu eða góða og fjölbreytt mataræði.